Ekki taka mjútið af því. Það mute á núna. Nei, það ekki mute á núna. Nei, þú sér hljóðið þarna í gangi.
Góðan og gleðilegan framarar. Velkomin á skjánum. Ég heiti Bjarki Már og með mér Þórður Flórinn. Ætlum að lýsa þessu leik fyrir ykkur. Kannski sýnum byrjunarliðin. Hér eru byrjunarliðin. Við erum með markmann, fæddur 2003 í markinu, Benjamin Jónsson. Það verður skemmtilegt að sjá hvernig hann stendur sig. Svo erum við með Þóri Guðjónsson, kemur frá Blikum. Albert Hafsteinsson kemur frá Ía var það ekki. Og svo erum við með náttúrulega Gunnar Gunnarsson, kom frá Þrótti í sumarglugganum. Aron Snær Ingvarsson, 01 modell, upp á topp í frömmurum. Virkilega skemmtilegu leikmaður. Sýnum kannski dómarana. Dómari dagsins er Egill Arnar Sigurþórsson og aðstoðardómarar eru Egill Guðvarður Guðlaugsson og Jónas Geirsson. Já, hérna er uppstillingin, byrjunarliðið fram. Við erum með Benjamin í markinu, Alex Freyr vinstri, bakvörður Gunnar og Orri í hafsendum, Hall í hægri. Er ég að rugla þessu? Alex er í hægri og Hall í vinstri. Unnal og Albert á miðjunni, svo erum við með Mása, Magga Inga á kantonum, Þórir í tíunni og Aron Snær eitt frammi. Bara starta þessu. Aron Snær stendur hana við boltan. Og þá hefst leikur. Vel gert hjá Magga Inga. Það verður gaman að fylgjast með frömmurum í dag. Góður fyrstudeildarslagur hérna í Lengjubikarnum hjá okkur. Alex á boltanum. Sendir hann Orra fyrirliða dagsins. Hann rennur eitthvað að Orri. Já. Gunnar á boltanum. Halli öruggur á boltanum eins og alltaf. Albert. Flott hlaup hjá honum. Hvert fer hann? Jú, fyrsta brot dagsins komið. Fiskar hérna aukaspyrnu, vel gert Albert, okkar maður. Gunnar, beint og Albert. Flott sending hérna Þórir. Með sendingu. Jæja. Skemmtilega tekið við hjá Þóri. Náðu þessu Lexi dettur. Heyrið þarna. Já, góð vörn. Öruggur Orri. Góð vörn. Talandum, heyrðu það fyrsta skú. Jæja. Inni? Nei. Ekkert í gangi. Það er bekkurinn hjá frömmurum. Við erum með Ólaf Ísholm í markinu. Varamarkmaður Tumi Guðjónsson, kemur frá Vængjunum. Jökull Steinn, Maggi Snær, Hlynur Atli, Óli Anton. Skilst hann vera meiddur samt, er á bekknum. Svo erum við með Hilmar Freyr Bjartórsson. Arnór Siggesson búinn að vera lengi meiddur og er því ekki í hóp. Já, nú var hann á láni hjá KVF í fyrra. KVF, já. Stóð sér vel þar. Stóð sér vel þar og Magnús Snær líka, einmitt.
gæti verið gott fyrir hann að komast aftur aðeins í hópinn. Fá smá taste á fram. Ég veit að Nóri Sigg búinn að vera eitthvað meiddur í nárunum. Jú, maður hefur heyrt það. Heyrðu, þarna skot. Ó, jæja, engin hætta. Engin hætta. Alltaf þessu ósir. Svo kannski við förum við bekkinn fyrir Keflavík. Þá það Þraustur Ingi Smárásson markmaður, Björn Bogi Guðnason, Edon Osmani, Hreggviður Hermansson, Cesari Viktorovic, Sebastian Freyr Karlsson og Sigurbergur Bjarnason. Hvað sagðirðu? Bekkur, hvað heitir þessi númer 18? Cesari Viktorovic. Gaman að segja frá því. Það var Albert af góð vörn hjá Gunnar og Aron Snær, heyrðu, hann sloppinn í gegn kannski, frábært, heyrðu, þetta gæti, nei, ég er alveg viss að þetta hafi kannski verið brot. En dómarinn dæmir ekki neitt, þannig að leikurinn heldur áfram. Aron Snær Ingason var á láni á IA í fyrra, öðrum flokki. Spilaði mitt á móti Derby County, eða ekki, í UEFA. Ég sá það á fótbolta.net. Já. Allt í henni var Aron kominn í annan flokk hjá IA. Spila á móti Derby County. Já, skemmtilegt að segja frá því. Það var að Keflavík sem á innkastið. Alex Freyr, númer 17, virkilega skemmtilegur leikmaður. Jú, gaman á honum að sjá hann í bakverði. Spila sem wingback. Sóknarsinnaður mjög. Mjög sóknarsinnaður. Einnig duglegur í vörninni. Já, mjög. Hleypur mikið. Það var innkastið Keflavík. Og maður sjá hvað þetta endar. Þetta endar í skoti og fyrsta mark leiksins komið. Þetta var, já, flott mark og það leikmaður númer, hver ætli þetta hafi verið skorað, ég bara get ekki séð það. Þetta var, jú, mjög flott mark og ekkert sem hann gat gert í markinu. Já. Þetta var leikmaður númer 11 hjá Keflavík, Adam Ægir Pálsson. Hún skora fyrsta mark leiksins. Á 50 mínútu leiksins staðan 1-0 fyrir Keflavík. Það var Orri, vonandi að Fram komið tilbaka eftir þessa, já, ekki góða byrjun, en Fram eru búin að vera meira með boltan, myndi ég segja, þessar fyrstu 5 mínútur, en fyrsta alveg tækifæri og það mark. Bjarki? Hjá Keflvíkingum? Já. Já. Við erum ekki nóg sáttir með það, en já. Kannski eitthvað einbeitingarleysi í vörninni. Jó. Ég veit ekki, þetta eru kaldi leikmenn. Já, við erum ennþá á prísísoni. Já. Þannig að það kannski ekki alveg komnir í gang, en vonandi að þeir hrifis upp núna. Mikið eftir. Hér Halli. Magnús Ingi. Sendra Unnar. Albert, frábær sending, nei, kannski of há fyrir Aron. Ekki sú byrjun sem við vildum fá, en varum við trú. Þannig erum við að tala samanlegsi. Er þetta ekki okkar bolti? Já, þetta okkar bolti, frábært, vel gert Alex. Hann skora kannski ekki í dag, en Nei. Aldrei að vita að hann skori í kvöld. Jú, mikið rétt. Fyrsta touch, já, ok. Við erum að vinna okkur upp hérna völlin. Alexander með innkasti. Finnur Þóri, vel gert. Sjá skiptinguna. Frábær skipting. Djöfull Þóri góður. Já, vá. Hlaupið. Magnús Ingi heldur boltanum vel. Losar hann frá sér á Alexa. Sett hann. Heyrðu, fáum við frábært. Heyrðu, fyrsta tækifæri Fram og það næstuði endar í markinu á Alexi Frey. Frábær sókn hjá Frömmurum. Vonandi að þetta heldur svona áfram. Þetta eins og ég hef alltaf sagt, ég vil sjá Alexa Framar á vellinum. Jú, algjörlega. En það hendar honum einmitt að vera í framtíðar bakvarastöðunni sem wingback. Já, 100%. Bara hann svo mikil ógn. Hann mikil ógn, algjörlega. Mikil hraði,
góður á boltanum. Teknískur leikmaður. Það var Unnar sem sendir hérna yfir á Halla. Unnar var á reynslu á Stoke, heyrði ég. Já, kom aftur frá Stoke, beint í leikinn. Virkilega skemmtilegur leikmaður, góður. Var með bandi nokkur tímunni fyrra. Já. Ungur og uppalinn. Yes, sir. Við spilað með hann sjálfur. Hefur þú? Mjög þægilegu leikmaður að spila með. Já. Alvöru böllur. Tókum hérna Barcelona Cup saman. Bikarinn heim 2015, ég og Unnar. Já, nokkri leikmenn í þessu liði. Halli og Mási líka. Barcelona Summer Cup meistarar. Miklir. Gaman að segja frá því. Þú hafði ekki með það? Takk hérlega. Herðu, það var Alexi. Svolítið, já, ok. Já, ég verði að tala saman. Já, það vantar smá meira communication í vörðina hjá frömmurum. En Þarna fór boltinn upp í loft og þegar boltinn fer upp í loft þá er einkast. Svo að áhörundur viti það. já, nefnum snertir þess að loftið. Þetta myndi til dæmis ekki gerast ef að við værum úti. Mikið rétt. Hérna erum við inni. Nefnum að boltinn myndi fara í flug. Já, það var svolítið skrítið. Við myndum drífa það langt. Þá er Albert á boltanum. Sjáðu Magnús Inga. Já, frábær sending. Magnús Ingi, keyrðu. Úff, oft mjög skemmtilegt að horfa á Magnús Inga á boltanum. Alltaf ógn, heyrðu. Sko, hann er með svo fín touch Þóri Guðjóns. Ég er að sjá hann fyrst skipti spila núna. Já, mikill reynslubolti og er gamall frammari ef ég heilt. Þórir Guðjón. Er hann það? Já, fer sem sagt í Fjölni Veistu það, ég sé það. og er kominn heim. Ég sagði mér hérna. Það sem hann á að vera. Jú, jú. Heyrist eitthvað í Alexi. Hann lætur nú mikið í sér heyra, maðurinn. Stattu upp. Held ég hann hafi sagt. Jú, jú. Hann er svolítið grófur á velli. Alex. Já, já. En gaman að honum. Það er mjög gaman að hann. Keflingar halda boltanum hérna. Góð pressa hjá frömmurum. Bara áfram á það, bara á markmanni. Já, já. Hvernig erum við að tala saman? Flott pressa hérna á frömmurum og gaman að sjá þetta. Er hann boltasækja? Boltasækja? Herri, þá er það að þetta er markspyrna. Tíu mínútur liðnar á leiknum og já, myndi segja að þetta væri frekar jafn leikur fyrir utan þetta mark sem að Keflvíkingar Ég skoruðu. myndi segja að framarar varu betri. Jú, ég myndi segja það líka. Byrjunin, þetta er ekki léleg byrjun en... Boltinn er búinn að vera meiri á varnarhelming Keflvíkinga Já. og virðast Þetta er, já, neða, þetta er rétt. Þetta er bolti Keflavíkur. Ég er alveg viss með þetta að vera réttur dómur. Ég sá hann fara á hausnum á Magnús Inga en dómurinn dæmdi vel. Þarna. Þarna fór Þórir passaði þetta, segir dómarinn. Það er leikmaður nr. 16, Sindri Þór, sem tekur þessa spyrnu. Fiskaði aukaspyrnu. Mikið dugnaðari Aroni frábær. Sjáuð Aron. Með rosalega duglegu leikmaður. Já. Hleypur og hleypur. Flott pressa hérna. Leikmaður með 3 lungu, Já, mætti segja eins það. og einhver myndi segja. Getur hlaupið endalaust. Þarna fer boltinn á hægri kant. Það eru Keflvíkingar í sókn. Hvað gerist hérna? Hann er kominn Verjist í framarar. inn og jæja, ok, hann er flott hjá honum bara. Já, þetta var fínt. Bara, Þetta var fínt. hann er Ekkert kannski mark. smá stressaður að spila sem fyrsta leik. 0-3 model. 0-3 módel. Nýkominn í menntaskóla. Já, Það ekki? jú, fyrsta ári. Það er frábært hlaupan hjá Alberti. Sjá yfir. Þarna er Albert Hafsteinsson, sendir á Mása. Mási inn í. Já, hann hefði nú kannski bara átt að skjóta hérna. En fáum hótt. Mási er ekki eigingjall leikmaður. Alls ekki. Myndi aldrei skjóta í þessu verði. En ekkert að því að skjóta. Nei, Bara að láta flætinu bara... það er engin sala í honum. Nei. Halli tekur spyrnuna hérna. Góður spyrnuna hérna, Halli. Já, Góður löp.
Nú einhver hæð inn í teig hjá okkur. Við erum með Þóri Guðjónsson, Lexa. Þeir eru allir frekar háir, en þetta var... Kannski hann tekur betri spyrnu að lyftir hann mikið nógu hátt. Þurfum að fá að lyfta. Lyftu boltanum, Halli. Hendur hann upp. Konik. Heyrðu, það er að senda á másu. Sendir út. Þetta var slappt og þeir fara í skyndisókn eða hvað. Sending á framherja Keflavíkur en Orri yfirvegaður í vörninni. Setur hann út af einkast. Öruggur á Norri. Og þá getum við farið í okkar stöður. Lexi komið sér tilbaka. Keflvíkingar taka einkast. Hvað er hann að dæma þarna? Þetta Það er rángur. Já, Þetta er rétt dómari. hár rétt. Flott dómgæsla til að byrja með. Hárið rétt hjá Agli dómara. Það er kannski skemmtilegt að tékka á stöðunni. Er Liverpool-leikurinn byrjaður? Það byrjar hálf. Byrjar hálf. Þannig að bara endilega hafið þið báða leikinn í gangi. Já. Herrið frábælega gert hann. Æjæjæ. Ok, jú. Já, Þetta er auka. fiskar hérna aukaspyrnu. Það verður gaman að sjá fram á þessu tímabili. Já, Ég spáði þeim upp. Já, vonandi. Já, ég ætla að spáði þeim upp. Það er komin tími á að fram fara aftur upp og já, ég meina eftir ágætt tímabili fyrra þá Já. hefðum alveg getað sýnt okkur betur en Við höfum alltaf samt verið sterkir á prísísunni. já, við byrjum Mér finnst við vera að hyggsta dálítið núna og það gæti verið að þá hyggstum við kannski afleiðing af ekki. því að við hyggstum ekki í sumar. Herrið, frábær sending. Þetta er bolti Já, já. en Keflvíkingamarkmaðurinn góður í markinu. Heitir hann Sindri þessi markmaður eða? Kristinn, Já. bróðir Ísaks sem fór einmitt í atvinnumennskuna. Spilaði alla leiki held ég Keflavík þegar þeir voru í Pepsi-deildinni. Fengu heil 4 stig þá. Hitt í fyrra. Ef ég man rétt. Hvað er þessi? Nei, getur við sem hér. Herrið, þetta er rángur. rángstaða. Rángur. Menn að tala um rángstaða, Æ, herrið, Ben. dómar. Þetta er ágætlega gert upp Benna mín. Já, kemur vel út af maður öruggur, en þetta var nú held ég rángstaða, ætli það ekki? Ég sá ekki betur. En, hann dæmir hótspinnu. Pre-season lið og pre-season dómarar. Já, dómarinn er Það nýkomnir helst allt í heldur. ennþá í jólafílingu eitthvað. Started. Þá er Liverpool Norwich að byrja. Sending hérna inn á vel varið hjá Benna í markinu. Drífur sína leikmenn áfram. Sástu þessu vörslu? Ó, góð. Fín varsla, Já, fín varsla. Alltaf gaman að sjá unga menn í markinu. verja. Já, verja. Unga menn verja. Það er hún að vera með svolítið unga markmenn undanfarin ár við Framarar. Já, Ekki endilega mikil... Gæði. Já, en gæði, jú. við getum bara sagt það. Það var áspennandi Keflavík og skalli og... Æjæja, það er bara búið að flagga. Það er framtíð sem Benna. Jú. Það var bara að stilla upp núna aftur. Það eru 17 myndir liðnar á þessum leik og ennþá 1-0 fyrir Keflavík. Fínt að fá eitt mark hérna á framurum sem fyrst. Kom okkur inn í leikinn. Mjög öruggur á boltanum Þórir, gaman að horfa á hvað hann kemur með mikla reynslu í þetta lið. Heldur betur. Hafni Mási. Ok, Það finnur fiskar. hornspyrnu. Orn á hættilegum stað. Það var rallið
Albertur sem tekur spyrnuna. Vonandi hann lyftir boltanum nógu vel núna. Bara einhverja peki í hann. Spyrnan tekin. Æjæ. Svolítið lágur en, já. Kannski það einhver taktík. Já, hún sagt að gera þetta? Já, Ég er að pæla í því, sko. Já, jú. Unnar, Alli er ekki þekktur fyrir að klúðra spyrnu nefnilega, sko. Alls ekki. Nei, það er komin þarna einhver var hiti í leikinn. hiti í leik. Það er strax komin hiti í Haraldur hrindir hér í Keflavík. Adam, Adam Pálsson. sem er þekktur, já. Hann lætur nú AB. heyra líka í sér á vellinum, hef ég heyrt. Já. Skrautlegur 2 eðalböllir. innan sem utanvallar. Já. Ætli settli þetta ekki bara. Jú. Halli mikill. Halli er góð menni. Já, Mikill. herramaður mikill. Þú eru hverju fjölskyldu. Talar dómarinn eitthvað við á hana. Rói ykkur, takast í hendur. Allt orðið eðlilegt. Og þá legg sér með innkasti. Þetta var vitlaust innkast. Vitlaust innkast. Fyrir menn ekki vera konur með það og reyndir eru farin að spila í meistaraflokki. Dúbi. Smá stress en ég meina. Það gerist fyrir Lex er bara að hugsa BF5. Heyrðu, þá er. Nei. Heyrðu. Þarna er auka. Þetta er bara í bakið á honum. Þetta er bara mögulega fyrsta spjald leiksins. Nei, hann ætla nú ekki að fara að taka spjöldin upp núna í dag. Greinilega ekki. 90 mínútur búnar. Er þetta Albert Hafsteinsson, Skagamaðurinn mikli. skagamaðurinn. Þú sérð Lex að núti, þú sérð hann. En hann kemur. Nei, hann kemur með beint á markmanninn. Beint á markmann. Ekki mikið vil gæði þessari spilni í Ég honum. sé á Lex að hann vildi fá hann og og ég er sammála honum. Já, hann er alveg getað hengt honum á kantinn bara. En topp leikmaður hann, Albert. Vel gert. Þarna ertu bara Maggi. frábært Og hjá keiri, Magnús Inga. keiri, breykja á. Góð sending hérna á Aron. Aron er með duglegur. Komið ykkur inn í. Og hver er komin fyrir? Æ, við verðum að lyfta boltanum. Þóri getur skallað hann eða ekki? Jú. Í fýtt skallamaður. Jú. Bara algjör target center sko. Spilar í 10 núna í dag en er framherji sko. Mér sýnist þeir vera bara 2 frammi, sko. Já, í rauninni. Heyrðu. Ok, hvað? Þriðja hornspyrna leiksins. Já. Fæ ég sér bara. Það var að Halli með spyttuna. Væri gaman kannski að sjá hann lyfta boltanum núna. Erum með háa menn inn í teg. Það var Halli með hotspyrna. Hann lyfti boltanum, það er svona að við heyrt í mér. Jæja. Fáum loksins hotspyrnu hinum einn. Spurning hver tekur hana? Já, það er Albert. Það hlýtur að fara að koma mark. Hlýtur að fara að gerast. Vonandi. Já, frömmurum, það er að segja. Já, Ég meina, framarar eru búin að vera miklu betri. ég er alveg sammálaður. Það var bara óöfnið þessi fyrsta sóknina að Keflavíkur. Það var að góð spyrna. Heyrðu, æjæjæj. Æja, Mási fara hann út. Það var ykkur að fara að bjóða sig. Mási tekur hérna nokkra. Ok, nei, ekki alveg að virka þarna og Keflavíkingan á boltanum. Góð vörn í orra mínum. Mættur og hreinsar upp. Orri Gunn var meiddur allt seinasta tímabil. Ég hefur nú bara verið á meiðslalistunum svona inn og út. Já, bara síðustu 5 ára. Það er meira örugglega. En hann er að spila núna í dag. Sýnist að vera komin aftur í sitt gamla form. Já, heyrðu, þetta geti verið hættulegt. Það er leikmannum með 45 á boltanum Keflavík og hann skýtur. Sástu Benna, hann var í þessu. Hann var í þessu, flott hérna. Aldrei hætta. Og illa klárað. Lokar þessu marki. En stress í vörn. Þeir eru að breyka svolítið á okkur. Hvernig er þetta hotspyrna samt? Ég er alveg sammála frömmurum. Hann dæmir hérna hotspyrnu og þetta er alls ekki hotspyrna. Hann kom ekki við boltan, held ég Benni, sko. Nei, spurning hvort að dómarinn hefði verið að fá sér aðeins marga í hressingaskólanum í gær. Ekki alveg komið með á hreint hvort það sé hotspyrna Sá eða hann á ekki. austur í gær. Það var nú Valentínusardagur í gær og hann hefur kannski verið með konunni eitthvað út að borða. Það var afspyrnan hjá Keflavík.
og þetta, það er smá stress þarna hjá okkur. Og heyrðu, nei, ekki neitt. Þetta er bara markspyrna og ekkert á þetta. Vel góð vörn hjá Lexa. Fór harkalega inn en gerði ekkert af sér. Bara láta finna fyrir sér. Algjörlega. Smá stress í frömmurum, en þeir vinna innkast. En þau þurfa bara að fara að róa sig aðeins niður. Aðeins að spila meira saman. Halli sendir hérna Unnar. Kom hann í burtu, þetta er brot. Vel dæmt. Þarna. Halli tekur þetta fljótt hérna á Gunnar. Og Gunnar er hérna á boltanum. Byrjum mennum að hlaupa og tekur hérna, langa spyrnu fram. Gekk ekki upp í þetta skipti. Keflvíkingar vinna boltan og tapa honum strax aftur og Lexa á boltanum. Það verður að smá að róa sig niður. Keflvíkingar komin aftur í sókn og er þetta ekki spurning rangstæðu, en hann er komin í gegnum aftur Adam og hann er ekki að klára þetta skeitt. Sendir hérna einhverja hælspyrnu aftur, beint á Alex Frey. Og Alex, er ekki alveg að komin í burtu og Nú, hvað Keflvíkingar eru konur hérna í færi og þeir frábærlega varið og flaggar að þetta er ekki mark, en Benni mættur. Benni minn maður. Já, ég er ánægður með þetta. Ungur og efnilegu greinilega. 3 módel. Fæddur 2003. Og það er búið að hafa dæmt rangstæðu, en vel varið þrátt fyrir það. Nú finnst mér við vera að hyggst eitthvað aðeins. Já, það er komið eitthvað smá stress í okkur. Keflvíkingar aðeins var að láta meira í sér heyra. Halda boltanum kannski ekki nógu vel, en þeir eru meira með boltan núna. Sendingir hérna, frábær sending, svolítið löng fyrir leikmann nr. 7 hjá Keflavík. Og hann fer ekkert fram hjá Lexa svona auðvitað. Nonni lætur vel í sér heyra á hliðarlínunni. Það var að innkasti. Að heyra allt og lítið í Steina. Já. Ég vil fá að heyra meira í Steina. Það væri skemmtilegt. Dekka. Keflvíkingar hérna senda. Þetta er, ekki rangstaða, fyrirgjöfin kemur og þetta er, Benni Benni, ver og ver. Já. En nú var hann komið með 2 bónustig í Fantasy. Já, gaman að segja fyrir Fantasy á að menn. Kemur hérna sparkið út. Þurfum að finna svolítið Þórir í haus. Í haus? Já. Ég vil fá að finna Þórir í lappir. Já, bæði bara. Það var að hérna Keflvíkingar með boltan og fá hotspyrnu hérna. Halli að skila sínu í vörninni. Verjast vel. Verst vel. Það 26 mínútur búnar á leiknum og Keflavík eru farnir að láta aðeins í sér heyra eftir að Fram tók svolítið kafla. Mér finnst possessioni vera svona 50-50 kannski. Jú. Skipti svolítið áherðu og skalli, engin hætta þarna í þessum skalla, en illa dekkað. En góð vörn hjá Mása. Duglegur maður hérna sendir á Albert, eða tæklar hann svolítið á Albert og Albert heyrði þetta er bara brot. Og hann ætlar að stoppa þetta. Stoppaði leikinn þegar Lexa kom með boltan í svæði. Og hann spjaldar, fyrsta spjald dagsins. Og það er Keflvíkingur sem hlýtur spjaldið. Hvað nafnið er þetta? Kafteinninn. Kafteinninn sem er, Magnús Þór Magnússon. Magnús Þór Magnússon. Næstu því alnafni Magnús Þór Gunnlaugssonar. Þá er það Keflvíkingar í sókn og það er markspyrna.
Það var Adam Ægir Pálsson sem skoraði á 7. mínútu fyrir Keflvíkinga. 1-0 fyrir Keflavík á 28. mínútu. Framarar eru mitt í riðli með KM-mönnum og Fylkismönnum og þeir eru búin að spila leik, fór 1-1. Skildu jöfn. Já, fór markalaust, fór markalaust. Já. Markalaust jafntefli hjá þeim. Þá er það Magnús Þór með boltan. Sendir yfir. Fá að dúlla sér hérna með boltan á sínum eigin vallarhelming. Sendir hérna upp á kant. Hann er búinn að vera mikið í boltanum þessi nummer 16. Miskits, en jæja, ok, hann það er rangur flaggar. og Keflvíkingar ekki sáttur með það. Nei, alls ekki. Ég sá þetta ekki nógu vel til að dæma. Nei, en þá þess vegna erum við með línuvörð. 2. Jú. Þarna heyrist í Steina. Jú, hann er farin að láta í sér heyra. Ég get höfðingi heim að sækja. Það er Gunnar, sendir hérna Orra. Það er að fara að koma boltanum upp, fá markið hennar leik. Magnús Ingi. Fyrsta touchið sveik hann svolítið og Adam Ægir komin í gegn. Og nær skot á markið. Það er... Hann ver boltana. En það er smá stress en... Hann fær saves. Hann fær En hann saves. þarf að fara að grípa boltan. Já. Ég er samt ánægður með hann. Ánægður með hann, já. Og þá er það hornspyrna sem Keflvíkingar eiga. Við Framarar erum með 2 boltasækjara á vellinum inn í Egilshöll. Það er gaman að þeirra boltasækjarnir koma. Úlfar og hver er þetta? Og einum elminum. Ég sé ekki þjálfað hennar. Örugglega. Og það er skallað út. Við sjáum það að Þóri kann að skalla. Já. Það er bara svoleiðis. Magnús Ingi ætlar alveg að hlaupa eftir þessum bolta, greinilega. Það er spurningum, ok, góður. Skalli hérna á óramönnum. Það er gaman að segja frá því að okkur vantar lykilmann í framlið, Arnór Daða Aðalsteinsson, en hann er úti í Bandaríkjunum. Það er mikið rétt. Í skóla en kemur í sumar og spila með Frömmurum að öllum líkindum. Það er mjög gott að fá hann aftur. Það er sonur Steina Coates, aðstoðarþjálfara Framara. Gaman að segja frá því. Það var Keflingar á boltanum, leikmaður nummer 16. Sindri. Sindri með boltan. En góð vörn. Framaran á honum. Það er Verðum að tala betur saman. Boltanum. Ok, hann er, Maggi þarf að senda, losa. Já, Ok. flott. Það Þórir á miðjuna. Fín sending hérna. Sindri aftur með boltan. Það er eini gæði með boltan í þessu lið. Og Gunnar sparkar hennu langt fram. Náið þessu strákar, náið þessu. Það er meiri pressu og meira ákveð og grimm í liðið fram. Við erum að leiða að klappa boltanum of mikið. Bjarti og Halla. Halli út í engast. Alltaf á sínum stað, hann Halli. Ekki þekktur fyrir að fara mikið úr stöðu. Nei, alls ekki. Keflvíkingar fá þetta engast. Vel gert hjá Þóri, dugnaður í honum. Keyrðu bara, keyrðu kallið minn. Og þetta er okkar. Keflavík ánum bolta. Ég sá þetta betur en hann. Við erum einmitt í perfect stöðu til að sjá þetta. En Dómarinn dæmir leikinn. Þóri virtist ekki vera ósáttur þannig. Skemmtilegu bolti hérna á Adam, en heyrðu, Já, þetta er rétt. Frábærlega dæmt. Dæmir hérna á Keflvíkinn sem hleypur úr inni bara í hann. Vissi ekkert hvað hann var að fara að gera þarna. fara saman hérna Alex Freyr og Anton. Anton, heitir hann það? Við köllum hann Anton í kvöld. Anton Freyr. Alex Freyr liggur hér eftir. Hann harkar þetta að sér. Ég þekki kauða.
byrjar að hlaupa aftur. Flott að sjá það. Og Orri sem tekur spyrnuna hérna fyrir framara þegar 32 mínútur eru búnar að þessum leik. Og sendingin og Gunnar með eitthvað karate spark hérna sem ratar á Magnús Inga. Hann er með bláa belti í taekwondo, veit ég. Já, það ekki. En ákvað að velja fótboltan. Sem betur fyrr. Hann er Lexi að spila hættulegan leik, en þarna, vel gert. það sleppur. Svona, þetta kann hann. Ok, Nú þarf það, já, þarna er hann. Þá þarf Nú erum við Lexi að að tala komast saman. í sunnastöðu aftur. Halli með boltan, sendur á Magnús Inga. Maggi Ingi, ætlar hann, Og Albert er með þið verðið að hlaða í skot núna bara. Allt og margir Keflvíkingar fyrir. En framar að ná honum aftur. Nú erum við komnir aftur. Það sem við viljum vera og þeir eru vallarheiming. Við erum að skora. 1 fyrir hálfleik, allavega. Unnar sendir hér á Halla. Maggi tekur hlaupið. Þurfum hann á að halda boltanum betur. Sindri markmaður. Það er enda þessi bolti, þeir ná honum á sinn stað. Það er mér hann brot. Hefði ekki þurft að flauta þarna, finnst mér. Fyrir áhugasama þá er ennþá 0-0 í leik Norwich-Liverpool. Liverpool ekki enda búinn að skora. Nonna láta heyri sér eftir, já. Þórir ítir aðeins í öxlina á manninum. Bara harka, ekkert annað. Hann fær spjald. Þjálfararnir eru að rífast hérna. Ég er nú ekki viss með að þetta hafi verið spjald á Þóri. Nonni alveg brjálaður á hliðlinni, lætur heyri sér heyra. Hann á það að vera. Það á að vera hiti í þessu, annars er þetta ekkert gaman. Aron hleypur hérna, fylgir vel, dugnaður í honum, pressa. 10 mínútur eftir af hálfleiknum. Og staðan er ennþá 1-0 fyrir Keflavík. Markið á 7. mínútu. Adam Ægir Pálsson. Stíga aðeins upp hérna framarar, mæta þeim. Þeim að leiða að fá allt og fín sending hérna á Keflavík. Komnir í sókn og hann hliður í skot og þetta er frábærlega varið hjá Benjamin. Markmaður. Vel varið, öruggur þarna. Flott hjá Benna. Hann er að koma sér inn í leikina, Benjamin. Búinn að taka nokkra vörslur. Heldur betur. Og ætla hann fá einhverja leiki í sumar. Já. Hvað veit maður? Ef við missum hérna Ólaf Ísholm aftur. Þá er að skoti hérna þetta. Jæja, ok. Það er markspyrna. Það eru aldeilis nöfn í stúkunni. Við erum með Arnór Siggesson, fylgist hér með sínum mönnum. En hann er meiddur eins og áður var sagt. Svo erum við með Elías Sörensen, starfsmann hjá Fram. Þjálfaði mikið. Svo erum við líka með Daða Guðmunds. Spilaði, er hann ekki leikjahæsti leikmaður Fram? Er það ekki? Jó, ég held það. Mikið legend í klúbbnum og vinnur hjá Fram. Vinnur hjá Fram. Hélt trausti sínu. Ekki margir sem gera það. Það er að Keflavík með boltan. Og þetta er, já, þeir tapa honum. Halli með boltan, sendir hann á Þóri. Þá þurfum við að fara að fá okkar lífi upp í þetta. Þóri missir boltan. Hann er á hálum ís. Hann er á spjaldi. Er á spjaldi Það þarf að fara varlega. og tógar hérna niður leikmann 25 hjá Keflavík. Adam með skiptinguna, fín skipting hérna yfir á. Adam Pálsson með skiptingu. Og hann sendir fyrir og þarna er, þetta er, þetta sé ekki hornspyrna. Þetta er hornspyrna. Fín vörn.
ekki mikið í gangi sóknarlega á frumurum en vonandi að það breytist brálega. Þá kemur hornspyrnan og þetta skalli hérna hjá fyrirliðanum en ekki á markið. Magnúsi Þór, Magnús Þór. Maggi fókus. Ja, ekkert svo höfðu ekki hér. Ætli hann sé ekki að horfa. Skulum vona það. Gunnar tók hér markspyrnu frá Mara. Skiptingin yfir á Alexa. Hann næri þessu, ég vissi það. Nú, hvað gerir Alex? Sendir hér á Mása. Og enginn kominn inn í teig. Beint í fangið á Sindra. Það var aukaspyrna fyrir Keflvíkinga. Nú auskrakkaðir hana. Alex dekka á Maggi vegn, heyrist frá Nonna. Alex ekkert að hlusta. Jú. Hann er kominn. Fljótur Alex. Það var að spyrna hann í Keflvíkingunum. Þetta er frábær spyrna. Nei, þarna á hann að grípa. En eins og ég segi, fyrsti leikur og stress en hann kemur hann frá þessu. Þannig að ekkert að þessu. Já. Komið fullt af Örslumann. Benjamin Jónsson, markmaður Framara. Þarna þurfum við að stíga upp, eins og Nonni segir. Ætli hann sé ekki búinn að skipta Aroni á kantinn og Magnús er komið fram. Hvað segirðu? Hann er búinn að skipta þess að Magnús Ingi er kominn. Já, Magnús Ingi orðinn fremstur og Aron Snær kominn á vinstri kant. Gæti virkað betur. Já, hvað veit maður? Svo erum við með sterka menn á bekknum. Á borðið Magga Snæ. Óli Djús. Óli Djús. Svo erum við með, hvað heitir hann, Hilmar? Hilmar Freyr Bjartþórsson. Virkilega skemmtilegur leikur. Tumi sem kemur frá Vængjum. Hvar spilar hann? Er hann? Vinstri eða hægri bakur. Já, er hann bakurur? Sendingin og ekki nógu góð sending. Og boltinn fer, nær að halda honum. Finnst það vanta? Nei, þetta er markspyrna. Vantar pínu grimmd. Hún kemur í seinni hálfleik. Já, sjá hvað Nonni segir við þá í hálfleik. Förum við mækinn niður í klefa? Láta heyri ykkur niður í klefa. Gefa okkur. Nei, þá förum við nú aðeins að synda og segja og sýnum við hvað þeir eru að segja í hálfleik. Það er alltaf þannig í handboltanum. Þú ferð hann? Já, hérna erum við í fótbolta. Já, það er ekki vinsælt í fótboltanum, hef ég heyrt. Nei, hlera klefa? Nei, hérna, já, þetta er Keflavíkur sem er að bolta. Ekki mikið búið að gera þessum leik hjá Frömmurum en vonandi að þetta einmitt eins og ég segi fara að breytast því að við þurfum á marki að halda og hérna er alls með boltan. Hann er hann fáum innkast. Fáum innkastið. Alex Freyr fær hér innkastið, vel gert hjá honum. Heldur boltanum vel, kemur, skiptur honum yfir að Halla. Skiptur honum yfir að Halla og Halli. Jæja, kemur þarna bara í stöðu aftur. Vel gert. Nær honum aftur. Hann hreinsar upp eftir sig.
dugnaður. Og þarna er Unnar með flotta sendingu á Magga. Maggi kann að hlaupa, við vitum það. Skítur. Lappirnar á Aroni, en ja, vonandi að sé eitthvað Vantar grimm. Já, vel gert. Nei, þetta var nú ekki mikið. En sjáum að Unnar er komin hátt upp að sækja boltan og Við verðum að fá mark. Þarna er þetta. frábærlega gert hjá þeim bræðrum. Nei, Einfalt Unnar segir Nonni. mikilvægt að hafa þetta einfalt. Ekki mikið búið að gerast í þessu leik. Síðustu 20-25 mínútur. Alls ekki nema bara nokkra góða vörslur frá Benna okkar. Benjamin Jónssoni. Benjamin Jónssoni. Og vel gert hjá Og Albert. Albert. Skemmtilegt og hann fær hann aftur. Albert búinn að vera flottur í leik. Já, gaman að sjá hann. Sáttur með hann. Og Maggi líka sprækur. Já, Maggi sprækur. En alltaf eins og ég segi, Albert, það er gaman að horfa á Skagamenn spila fótbolta. Já, þeir eru bestir í bolta. Þeir eru skemmtilegir. Skagamenn skora mörkin. Já, Skagamenn skoruðu mörkin. Sögðu einhverjir. Þarna er það Gunnar á boltanum. Gunnar Gunnarsson kemur frá Þrótti. Kom í glugganum í fyrra. Já, hann spilaði einhverja leiki. Já, í sumar. Nokkra leiki. Maggi Ingi heldur Maggi boltanum. heldur Kemur honum boltanum. á ala. Þetta er vel gert. Og Þarna þetta er markið. Næstu því, en vantar aðeins meiri grimmt þegar við erum komnir á síðustu metrana og þá eru Keflvíkingar konur í skyndisókn. Adam Ægir á boltanum. Adam. Heldur boltanum, er komin í smá, já, ok, við náum að hann hægir alltaf vel en kemst. Gunnar sterkur var. Já, mikið aðna frábært og hann missir boltan. Albert á boltanum, já, það kemur í smá stressi og kemur honum innkast. Óþarfi þar. Veistu hvað hann er gamall hann Albert? Og það er komin hálfleikur, ekkert bætt við. Og þá förum við í smá hlé og komum aftur með seinni hálfleikinn eftir smá stund.
Við erum velkomin aftur. Framarar gera eina breytingu á liðinu sínu. Út af fyrir leikmaður númer... Hver er að fara út af? Það er Hilmar Þór allavega að koma inn á. Ég sé það, númer 22. Ætlaði sé ekki hann Aron geti það verið. Hilmar Freyr, fyrirgefi, Bjartþórsson. Og Aron Snær Ingason. Aron Snær Ingason út af. Skipting. Maggi Snær lappar hér á bekkinn. Það er skemmtilegt að sjá hann. Djöfull er hann myndalegur. Jú. Kerið að lúki. Jæja, þá viljum við fá mark sem fyrst hjá Frömmurum. Það væri gott að koma inn á þá fljótlega. Enga breytingar hjá Keflavík, held ég. Nei. Hilmar fer á miðjuna. Hilmar Freyr kemur frá Leikni Fáskursfirði. Já. Leikni Fásk. Virkilega sterkur, fljótur leikmaður. N'Golo Kante Íslands. Já, N'Golo Kante Framara, rólegur með Íslands. Hárrétt. Halli tekur hér enganstið. Vona að Nonni hafi aðeins verið að rífið á og segja að maður komið sér í gang í hálfleiksræðinu sinni. Sjáum hvernig hún virkar. Bara Keflvíkingar eru helviti þéttir. Já, Þeir eru búin að vera mjög fínir. Ekkert að sakast mikið af Framara, sko. Nei, Nema bara grimmd. Já, grimmdin. Fram á þeir. Gamla góða grimmdin. Það er sem Arnór Daði hefur. Það er grimmdin. Svo skila kveðju á Tiago. Hello, Tiago. Watching from Spain? No, Brazil. Brazil? Yeah. Yeah, Brazil. Tiago is watching from Portugal. Yeah. Wherever she's watching, we say hello to you, my friend. Greetings from Iceland, Yes. Tiago. We miss you. Frábær skipting hérna yfir. Keflvíkingar eru konur í sókn strax og þetta. Það er innisending. Vel gert hjá Alexi Frey. Alex er stærri, sterkari og fallegri. Já. Hann er ekki feitari. Heyrðu, þetta er bara fín vörn. Núna erum við ekki með neina 10 held ég. Ég held að við séum með 2 miðjumenn, CM. Það er Hilmar og Albert. Þóri Guðmundsson, 1 frammi. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Nei, hann er ekki Wayne Rooney. Hann er svona... Hann er target center. Hann, Glenn Murray kannski. Er einhver... Hann er nú meira vinsla í Þóri heldur en Glenn. Frábær vörn. Hann er Didier Droppa, Framara. Rauðeyri, Didier Droppa. Númer 7 leikmaður, númer 7 Keflavík, hann fer ekki. Vel gert, Lexi. Lexi vinnur þetta vel. Mási kominn. Og þarna kemur Mási. Stýr vörn í sókn. Vel gert Mási. Þetta er bara Og brot fiskar spjald. aukaspyrnu. Þetta er gult Þetta er spjald. bullandi spjald. Hann spjaldar Tiltal. ekki. Hann er á seinasta séns á spjaldi. Þetta er spjald í mínum augum. Alltaf tekur mann sem er kominn í blúsandi sókn og bara hendur honum niður. Það er alltaf spjald í mínum augum. Halli biður boltan hana hinum megin. Spurning hvort að vil sjá hann. Leggur tilbaka ára, spilar þetta safe og alveg tilbaka á Gunnar í vörninni. Hilmar dreifur sig út hér. Smá kannski, hita ekki nógu vel upp kannski en hann er Kaldur. Kaldur. Líka kalt hérna inni. Það er helviti kalt. Það sé svona 15 gráður. Sem er fínt fyrir leikmennina á velli. Já, Doddi hérna mætti ekki í úlpu. Maður kannski gerir það næst. Svona kvarta mikið yfir kulda. Maður kannski er vanur að spila Þarna er sending á Lexa. Lexi situr hann inn í. Já, Hásending og Hilmar. Hilmar tekur boltan. Já, ok, það er komið smá grimm. Já, ágæti sókn. Höldum við svo áfram. Já, mark bara inn á því fyrstu 10 mínútur myndi geta komið leiknum alveg í bara blúsandi siglingu. Blúsandi siglingu.
Fulla ferð, frámarar. Fulla ferð. 0-0 í hálfleik hjá Liverpool Norwich fyrir það sem vildi vita. Ekki mikið í gangi í þeim leik. Aðra leikmaður númer 28 fyrir Keflavík. Ingimundur Aron Guðnason sendir hérna á fyrirliða Keflavík. Þeir eru að halda boltanum hérna vel. Skrítin sending virkaði ekki og Unnar fær boltan, sendir hérna langa sendingu. Svolítið erfið, góð meining. Mási fylgir vel. Og Keflvíkingar eru komnir í sókn. Þetta var hagnaður en hann flautar. Alveg frekar vel dæmt bara. Fer hérna aftan í Adam Ægir. Sjáum fyrir neðan okkur að Helgi er að hlusta á útsetningunum með AirPods. Kann maður segja frá því. Kannski lítur upp Helgi. Þú ert að horfa. Í gæslu. Á börunum, Jón og Helgi. Frábær skalli og þetta. Þeir leysa þetta framar af og við getum þá snúið vörn í sókn aftur. Þórir hérna kominn á boltan. Fer hann framhjá? Nei. Góð vörn hérna hjá Keflavík en bolti kominn að Halla og hann vill fá langa sendingu. Spurning að halda þessu bara niðri. Unnar yfir nógan tíma. Skilar honum vel. Og Gunnar á boltanum sendir á Orra. Alex biður boltan, fær hann. Og Alex gemur með skemmtilega sendingu. Já, heyrðu, og þetta er hérna inn á Albert. Albert heldur honum. Hvað gerir hann? Sendir á Mása. Mási fær hann á Hilmar og Hilmar er... Við sjáum hvað Keflvíkingar eru þéttir í verðinu. Þeir eru svolítið búin að læra á það að við erum að fara að koma í... Heyrðu, þetta er rétt. Er þetta vítaspinna? Þetta er vítaspinna. Er þetta vítaspinna? Nei, hann er auka. Þetta er auka. Þetta er aukaspinna. Alveg á hvítu línunni. Og er það Þórir sem tekur þetta? Já. Ég hef aldrei séð hann taka hérna aukaspinnu. Nei. Þetta verður gaman að sjá. Geti verið að Unnar eða Mási taki þetta en kannski að Þórir vilji skora sitt fyrsta mark fyrir Fram. Hann er ekki ennþá búinn að skora mark? Ekki keppnisleik allavega. Nei, er það ekki fyrsti keppnisleik? Nei, þeir spiluðu nú á Reykjavíkurmótinu. Það er hárrétt hjá Dodda. Og þá er, gullið tækifæri fyrir Framar að skora hérna fyrsta mark kvöldsins fyrir bláu stúkuna. Hérna bláklæddu. Hérna bláklæddu. Spurning hvernig þessi mun enda. Oft erfitt að taka spyrnur nálægt. Keflvíkingur ekki í teignum núna. Þá tekur Þórir spyrnuna og þetta er spyrna og þetta er í vegginn eða... Þeir ætla ekki að fá þessu mark. Nei, og þá er Adam, Alex ætlar eldir hérna á Alex Unnar og hann hleypur með hann út af þetta. Nei, áfram með leikinn. Vel unnið á fram tilbaka. Hann var að kvarta. Og vel skilað. Og þá er að Halli með boltan. Sendir á Hilmar. Skiptingarna Unnari og spurningna aðeins of löng en góð meining og einmitt þetta er það sem að Lexi vill fá hlaupið. Fá hann í hlaupið. Já. Neðan Mási segja þær. Adam Pálsson hér fær boltan og heldur honum, sendir hann heim. Og þá er það Magnús Þór. Sendir hér á markmanninn. Eins og áður fá þeir að dóla með boltan á sínum vallarhelming. Og hreinsaða Mása. Afsakið.
skemmtilegu leikmaður Nathan Pálsson. Á eina marki í leiknum eins og hann Mási. Sendir yfir á Magga Inga. Hvað gera Framarar? Nú gaman að segja fyrir því að Alexander Már Þorláksson er á bekknum, eða er í stúkunni í dag, sem sagt kom frá, hvað, Dalvík? Fjallabyggð. Já, Fjallabyggð, kemur þaðan og var markakóngur. Markakóngur þriðju deildarinnar. Já, og er sem sagt mjög gaman að fá hann aftur. Hann er að koma í annað skiptið. Annað skiptið í Framar. Já, verður fróðlegt að sjá hann upp á topp og Þóri fyrir aftan. Já, það geti leitt í eitthvað skemmtilegt. En hann er einmitt að fylgjast með sínum mönnum á meiðsla, já, listanum sem er hérna í stúku. Já, við erum með Arnór Siggeirsson, við erum með Alexander Martein Markmann. Martein Markmann. Og auðvitað má ekki gleyma Solberg. Andri Þór Solbergsson. Og svo meiddist hann líka Heiðar Geir Júlíusson. Alvarleg meiðsli. Rifbeinsbrotnaði. En er kominn á bekkinn, grjótharður. Já, hann er aðstoðarþjálfari Reykjavík. Gaman að segja frá því. En já, auðvitað, eins og við segjum, Andri Þór Solbergs, ég talaði með manninn í hálfleik og hann var í klippingu. Mjög sáttur. Já, hann er með svona nýtísku klippingu. Já. Með hárið beint niður, stutthærður, feitaður. Vel Ég feitaður. ætla að gefa þessari klippingu 8 af 10 mögulegum. Fín einkunn. En Mási er hér með boltan. Mási með hraðan. Hvað gerir Mási? Tekur hér skærin. Fer ekki fram hjá Antoni í vörn Keflvíkinga og hann vinnur vel tilbaka og Boltan, en þarna er Þórir. Þórir, öxl í öxl myndi ég segja. 2 grjótharðir menn þarna. Það var að Keflavík á boltanum. Skiptingin hérna yfir á hægri kantinn. Geysist upp allan völlinn og leggur hann hérna nú með 45 á góð vörn hérna hjá Gunnari. 11 mínútur búnar, ennþá 1-0 fyrir Keflavík. En við erum að sjá smá grimmt í þessu liði og það er gaman að heyra að sjá hérna. Gaman að því. Gaman að heyra að þessi komið grimmt í liði, að afsækja með þetta. En þá er þetta Mási hérna fer í tæklinguna. Vinnur boltan, grjótharður Mási hérna, vel gert og flott og vinnur boltan, okkar bolti. Vel gert Mási. Þá fara varamenn að hita. Magnús Snær og Hlynur Atli. Og svo er það Óli Anton líka og Tumi. Og Jölli. Allir mættir, farnir að hita. Hvað megum við taka margar skiptingar? Vistu það? Já, ætla þessi ekki bara, Er það bara 3 ára? ég veit það ekki. Já, Ef ykkur veit það sem er að hlusta og má endilega senda mér það á Snapchat eða Facebook. Bjarki Már, 1997 á snapparanum. Nei, já, það skiptir ekki máli. En þá er það Framarar með boltan, Þórir farinn hérna, skiptir hann yfir á Albert. Albert sér kannski Alexa sem er að hlaupa þarna upp allan völlinn, geysist upp völlinn. Alex Freyr með frábæra sendingu fyrir engin mættur á fjarstöngina. Flott sending. Þetta er það sem ég er búinn að vera að tala um alla leiki. Og hann lætur heyri í sér og, Það er þess að helviti skrimmt. já, algjörlega, móti marki og bara koma einu marki inn. Það var að leikur eftir þessum leikbyrjarinn mitt leikur hjá KVF og Kórdrengjum. Það er málið. Risastór leikur, úrslita leikur í fótbolti.net bótinu. Hvað, Kórdrengir og hvað, KVF. Ætlum við sjáum ekki Kristinn Daniel mæta hinga bráðum. Já, nýr leikmaður, KVF, Maggi Ólíver Axelsson. Já, Kórdrengir meinar þú? Hann skrifaði undir hjá Kórdrengjunum. Já, hvað sagði ég, KVF? Kórdrenginu meina ég. Kórdrengir einmitt fóru upp, en þá er það einmitt Mási á boltanum, vel gert og leggst. Heyrðu, þetta var nú bara dómari. Heyrðu. Allt er læg, þá bara að vinna tilbaka. Lexi pirrar, ég sé það á honum. Gefur línuverðunum lúkkið. Já, það verður að halda áfram, kallinn.
Vitlaust einkastóm. Já, dæmd á. Lætur vel í sér heyra. Þá er það skiptingin auður þarna, Adam Ægir Pálsson og fær frábært touch, þetta endur rangur en engin að dekka. Enginn að dekka hann. Þau kannski vissu að hann væri rangur. Vonandi. Ég ætla rétt að vona það. Já. Það var einhver rangstöðu taktík hjá frömmurum. Jú, En offside ef trap. ekki þá var þetta virkilega Slæm vörn. illa Varist. varnarleikur. Já. Það var að Þórir, nei, þeir vinna hann tilbaka, Albert fær boltan. Smá, svona, vantar aðeins meira að tala saman og Mási hérna á boltanum ætlar að taka klobban en Antoni vörn Keflvíkinga verst vel. Ég er ekkert að gerast í þessu leik. Nei, Þetta er búinn að vera frekar slagur leikur. Ég verð bara að segja eins og það er upp fyrir okkur að tala vel þennan leik en Framar á boltanum núna á klobbi aftur hérna að Mása og fær hann kannski aftur Albert heldur honum, sendir hann á Unnar. Og nú er spurning hvað Unnar gerir, skiptur honum yfir hérna á, já, Hilmar okkar allra. Hilmar Bjartarsson. Íslenski Nigel de Jong. Birgi Theodór Ásmundsson. Bigga okkar. 5 skiptingarleiðar. 5 skiptingarleiðar. Yes sir. Takk fyrir þetta, Biggi minn. Og þá er það skiptingin hérna yfir alveg og það vantar menn í vörn. Keflvíkingar eru á boltanum, sendir hérna á leikmann nr. 3. Hann á Adam Ægir kemur, snýr og tekur aldrei víti. Já, hann sá þetta. Já, þetta er dífa og gult spjald á Adam. Þetta er svo... Alltaf leiðilegt að sjá þetta þegar menn fara að henda sér og dífa. Ekki mikið herramaður í Adami. Það dífa sér og fær einmitt spjald fyrir. Ef það er eitthvað sem ég þoli ekki, þá er það leikaraskapur. Við viljum ekki sjá það. Óeðileiki. Já, vægast sagt. En þar er Benni að fara að taka spyrnuna, sendir ég stutt á Gunnar. Gunnar á Halla. Spila hér saman boltanum Framarar. Þetta er Orri með boltan, kemur með langan fram á Þóri og Maggi og vel spilað þarna. Enginn mættur og Það er, vanda mennin á teik núna. þetta var virkilega, þetta var svona með bestu sóknir sem ég segja fram núna í dag. Kemur hornspyrnu upp á runni. Albert tekur hornspyrnuna. Hver er að fara að stanga hann inn? Ja, stóri mennin á teik. Heyrðu, þessi Þetta gæti er farið alla góður leið bolti og og það er Þóri Guðjónsson Það sjálfsögðu skorar hann. Frábærlega gert. Geggjaði bolti og vel Speaking klárað. of the devil. Fyrsta mark Þóris Guðjónssonar. Leikmaður nr. 9. Þetta er markaskorari í húð og hár. Frábærlega gert. Loksins kom þetta mark sem við þurftum og nú vonandi að opna þetta leikinn Já. og bara fara að keyra á þreytta Keflvíkinga. Ekki leyfa þessum Keflvíkingum að fara heim með 3 stig. Gert Alex Freyr. Það er komið strax bara Við heyrum það. orkan er mætt. Andrúmsloftið er allt annað hér inn í Egilshöllinni. frábæra fréttir að Þórir sem kom með sitt fyrsta mark. Egilshöllin er orðin blá. Já. Það er eina sem ég get sagt. Og það er Sindri með boltan. Mási sér Lexa í overlappið hér. Ákveður að senda tilbaka. Lexi sendir hér. Töpum honum ekki. Halló, þetta er aukaspyrna. Hárrétt.
2 leikmenn að koma inn á hjá Keflavík. Dala hér við þjálfarann sinn. Frábær skalli hérna, æjæjæjæjæ. Skemmtilegt að heyra í Steina mínum. Alltaf gaman að heyra röddina hans, en þá er það Keflvíkingar með boltan. Ef maður heyri þessa rödd, Frábærlega lesið á Alexi. hlaupa og berjast. Það er bara svona. Algjörlega. Númer 1, 2 og 3, hlaupa og berjast. Þá er það Keflvíkingar. Fram. Leikmaður númer 7 á boltanum kemur með sendinguna inn og engin hætta. Vel varist við Gunnari, við skilur þessu bara innkast. Nú geta Keflvíkingar bráðum fara að gera sína skiptingar. Ég skal tjekka þessu. Þá er það innkastið, hann ætla greinilega að taka langt innkast, Anton, fyrir Keflvíkingana. Tekur innkastið og ratar þetta beint á hausinn á Magnúsi og Halli hreinsar. Ekki alveg búið að hreinsa þennan, en jú, Magnús Ingi kemur þessum í burtu, reyndar á Keflavíkmann og hann hreinsar. Þarna frábær vörn hjá framurum. Ára Más á boltanum, snýr vel, duglegur Mási. Alex með góða skiptingu. Ára skiptingin en Orra. Orri tekur auka touchi, sendir hann svo langan hérna á Þórir. Skallan vel gert á félaga sinn. Rauður í dag. Hver Halli? 2 rauðir. Ekki stef. Nei. Og boltinn hérna á Sindra. Kom ekkert upp á þessu. Og það var að Keflavík. Frábær vörn hjá Lexa. Búinn að eiga fínan leik í dag. Já. Hann var dálítið upp og niður í fyrri hálfleik, ég verð bara að viðurkenna það. Já, ég talaði mitt við hann fyrir leik og hann var mjög spenntur. Og Ég talaði eins og hann í hálfleik. er að skila sínu. Já, svo hann var að rífa sig í gang. Sagði bara, það er ekkert BFM í kvöld, það var rífið ekki í gang. Nákvæmlega, og það var að skiptingin á Keflavík inn á koma leikmann nr. 23 og 15 og út á koma leikmann nr. 3 og 45. 45. Leikmennir sem fóru út af eru Tómas Óskarsson og Andri Fannar Freysson og inn á koma leikmenn nr. 15 Edon Osmani og leikmaður nr. 23. Ég sé hann ekki á leikskýrslu. Breytt númer með annað treyjunum. Þeir eru að taka HK á þetta, spila ólöglegum leikmanni, hvað veit maður. En þá vinnum við þetta 3-0. Við viljum alls ekki vinna hann. Nei, við Framara viljum vinna þetta fair and square. Við viljum heiðusmenn. Þetta er Hilmar í vesenni. Ég ætla bara að segja það, hann var í vesenni þarna. Hann biður afsökunar á þessu. Það er helviti góð pressa hjá Keflavík. Liðinu. Eftir þetta jafnunumark þá er þeir aðeins stíðu. Sýnist Jökull Steinn vera að gera sig kláran, kom inn á. Jölli Þender. Virkilega skemmtilegu leikmaður. Og hornspyrna inn. Skallið það Anton, en ekkert úr þessu og Framar að eiga markspyrnu. Já, Hreggviður Hermannsson. Þessi númer 23. Það var fyrsta skipting hjá frumurum. Þetta kemur leikmaður Magnús Ingi, búinn að eiga fína leik í dag. Já, mjög flottur.
var öruggur á boltanum og spilaði vel frá sér. Og nú kemur, já, Jölli okkar allra. Númer 11. Jökull Steinn, held ég hann heiti. Magnús ekkert að drífa sig út af, enda engin ástæða til. Klappaði stúkunni fyrir þessum drengjum. Það 4 klappa. Það var að rífa sína menn upp. Ætli Arnór Siggisson sé ekki einn af þeim. Peppari Stemningsmaður mikill. og þjálfari. Það voru Keflavíkur með boltann sem var vörð hérna á Halla. Dálítið lengi að koma henni frá en á endanum kemur hann. Og Albert sendir hingað á Þóri. Þóri skilar. Nú þarf Framarar að fara að koma boltanum yfir á hinnkantinn sem Jölli er komið. Eflaust með graður í boltan núna en Jölli. Já. Já, hann er settur á kantinn. Já. Já, hann er á hægri kant. Já, ég er enda að fíla það. Mikil orka og Fljótur. hraði. Fljótur og styrri. Sjá, Kominn í Jölla, boltann, Jölli. hann næri sig. Vel gert Jölli, hei. Aftur náðu honum. Kemur strax inn í leikinn sem Já. er Boltasson. Gefur mér hraða og styrkinn í leikinn. Og 5 mínútur liðnar af seinni hálfleik og staðan er 1-1. Held ekki með markið. Og vörn. Það er smátt verið að toga og Er þetta fyrsta spjald Framara? Fyrsta spjald, Þóri er búinn að fá spjald. Annars spjald meina ég. Gott að Bjarki sé hann og með mér. Fact-checkar. Fact-checkarinn. Þannig er Þetta er svona markspyrna. Anton skallar honum langt framhjá. Leitast mikið eftir Antoni þegar Keflvíkingar taka set pieces. Heitir hann Anton? Já, hann heitir hann. Hann heitir hann. Þekki hann úr öðrum flokknum. Það er svoleiðis. Er hann svona ungur? 97 meter. Er hann 97 þessi gæi? Djöfull er hann stór. Það er Ég hann. held að það væri 30. Skegg gerir mikið en það var Jölli. Skegg. Frábælega unnið og Framarar Þórir hérna með skiptinguna. Vel gert. Mása á boltanum. Mási gerði Sá eitthvað. hlaupið hérna og hörði, hann er komin inn í teginn. Svolítið verið að flækja þetta. Og Sýndu brellurnar. Já, hreinsaði þetta en bara á Halla. Já, Hilmar á Albert tekur vont fyrsta touch þarna. Skrítið fyrsta touch. Og Gunnar En hreinsar. áfram gag. Vantar alveg hörku í liði. Hér er hver Adam Pálsson með boltan. Jölli er búinn að koma Já. sterkur inn í leikinn. Virkilega sáttu með innkomi Jölla. Mikill vinnuhestur. Þekki það á nokkrum boltum með honum í mýrinni innan hús. Alltaf langbæstur innanúrsbolta. Það var geggjaður bolti hérna. Frábær bolti og Þórir Hann verður stoppur að ná inn í gegn. þessu. Hvað gerist núna? Hann verður að getur skora. klárað þetta. Nei! Þórir. Ætlar að sitja inn á nær, en klúðrar. En gott að sjá að þeir eru komnir allavega farnir að fá færi. Hefði getað klárað þetta betur. Geggjaður bolti hérna frá Alberti. Þarna hefðu við átt að vera komnir í 2-1. En Misti eitthvað jafnvægi þarna, svo ég. Hefði getað látið sér detta og fiskað jafnvel rautt. já, allavega spjald. Allavega spjald og aukaspyrnu á hættulegum stað en ákveður að reyna að skora. Og ég virði hann fyrir það. Ekki verið að henda sér í jörðina. Nei, Keflvíkingar gera. heiðarlegur maður, ég sé það strax.
ekkert mikið að kvart í dómaranum og spila bara leikinn. Keflavík verður á boltanum fyrir sendingin og þetta er Gunnar sem hreinsar. Brjálaður eftir þetta. Gunnar lætur heyra í sér. Keflingar halda boltanum hérna í vörninni og já, skrítin sending og Orri hreinsar þetta og Jölli tekur hann. Albert. Þetta er brot. Tatt það fljótt, hann byrjum að taka þetta fljótt og Þórir kominn aftur inn í gegn. Frábær sending hérna og hvað gerir Þórir núna? Hann er kominn hérna inn og hann næstu því, jæja. En gaman að sjá þetta, þeir tveir að vinna vel saman, Albert og Þórir. Og Keflingar eru að boltara núna. Og þetta er leikmaður með 22 á boltanum, Keflingar konur í sókn og hann fer auðveldlega framhjá þarna Gunnari og nær að skjóta og þetta er vel varið. Benjamin og Orri hendur þessu hotspinnu. Hvað er Benni komið marga saves í þessu leik? Þú voru að henda í 7 vörslur. Ég ætla að segja 11. Það er bara ef þið eru búin að taka eftir því árundu góðir, þá megið endilega að segja ykkur það. Það er bett. Milli lýsara. Já. Eitt bjór í kvöld kannski. Það eru Keflingar hérna, senda inn, léleg spyrna og við náum ekki að hreinsa þetta lengra enn í aðra spyrnu. Hlynur Hafsend framara er á bekknum í dag en hann er búinn að glíma við meiðsli. Spurning hvort að hann kom með eitthvað inn á. Þetta var reyndar frábær skalli en illa dekkað hjá okkar mönnum. Þetta En ekki að leyfa að fá svona mikið plássun í teig. alls ekki. En við höldum áfram. 2-1 fyrir Keflavík. Þegar hvað eru margar mínútur búnar á þessu? Það sé ekki cirka 70. Cirka 60 okkar myndir búnar að þessum leik, cirka 70. 76. Það var fyrirliðinn sem skoraði þetta mark fyrir Keflinga, Magnús Þór Magnússon. Það vonandi að Framarar skili sér og þá er að senda hérna á Hilmar. Hilmar ætlar að taka með sér nær því, kominn í sókn. Sendir hann fyrir en þar er fyrirliðinn mættur. Og Keflingar vinna boltan en Unnar kom með hann, sendir hann hérna á Jölla. Framarar þurfa að svara strax. Ekki mikið eftir að leiknum og kannski að hann fara að skipta núna eitthvað. Það voru Keflingar konur í sókn og frábær skipting hérna yfir á Adam Pálsson. Sendir hann fyrir og nei, það er búið að flagga, datta í hug. Búið að flagga og Unnar á boltanum. Alveg hræðilegt að fá þetta mark í andliti eftir að vera betra lið og Þórir klúðraði mitt færim. Alex kominn hérna upp, sendir hann á Jölla. Út aftur kannski. Jölli sér að þetta er innkast frekar en horn. Alex á boltanum smá en, heyrðu, nei. Það var að gerast þarna. Leikmaður númer 7 í Keflavík dettur og þarna ón á Alex eftir að hafa, farið ykkur að baráttu við hann. Og það er komið með sjúkraliðan. Og Alex er brjálaður þarna, skila hann vel. En dómarinn dæmdi ekki neitt. Sparkar í hausinn á hann, segir hann. Ég sá þetta ekki nógu vel, en ég trúi Lexa. Jú. Þetta er það sem ég fíla. Heyrðu þetta, kæru áhorfendur. Alex er mættur á kantinn og Jölli fer þá í wingback. Þetta getur Það verið sem ég er búinn að vera að biðja um allan leikinn. fá Alex í sóknina, aldrei leiðilegt. Það er ógn í honum. Alveg ógn. Það verða Albert með spinnuna. Ég held hann skori.
vonandi komið mark upp þessu, spyrnan kemur og þetta maður sjá, mikill ruðningurinn á teig og þetta hvað að gangi og bjargaði þarna á línu frá Gunnari, skemmtilega gert, mikið klafsinn á teig, endar í hornspyrnu. Albert búinn að koma með skemmtilega spyrnur. Spyrnan fyrir framara, Albert sendir hérna fyrir, góð spyrna aftur, Þetta liggur í loftinu, þetta mark. Hjölli með boltan, heldur honum vel, fer fram í þeim nokkrum á Þóri. Það hagnaður. Albert, missir hérna boltan eitthvað frá sér, en jæja. Þessi orðin þreytur. Já, kannski að menn fara að líta á bekkinn, ferskir menn. Líta á Magga Snæ, kannski. Hann hefði búinn að spila mikið sem hafsend. Á Maggi? Var þar hjá KVF, spilaði þar á láni í hafsend og skilaði sínu verki þar, hef ég heyrt. Gaman að því. Hann nefnilega helviti flinkur á boltanum. Jú, góða sendingar. Þá það Keflvíkingar. Þetta hræðileg. Anton alveg á raun. Þetta fílum við. Já, vinnum við boltan aftur. Hilmar á Jölla. Jölli heldur honum heim á Gunnar. Gunnar skiptir yfir að Halla. Mikilvægt að halda ró þóttum að sé undir. Og já, fín skipting en ratar ekki endilega á mann. Og Keflvíkingar svolítið stressaðar á boltanum. Við erum að pressa þá. Lexi leifur að fara svolítið auðvitað fram hjá sér. Keflvíkingar komast í sókn. Albert reynir eitthvað að pressa hann. En Keflvíkingar ná að róa þetta niður. Þóri komir þarna aftur inn. Þeir missa boltan. Skiptingin inn á Unnar á miðjuna. Hann tapar boltanum. Nei, þarna einhvern að koma hann á Þóri. Sáu þið þetta í Unnari? Skemmtilega gert og þá það Mási. Mási missir þarna boltan. Ekki nógu mikið að líta upp á eina menn, en vonandi ekki að hann sjá aðeins næst í sókn menn til að senda á. Það Keflvíkingar. Þeir fara að geggjuð vörn hjá Gunnar. Kemst enginn fram hjá Gunnari mínum. Ekki nema bara í hornspyrnum. Það bara. Það Þórir. Það vinna nú skallabolta. Maður sér hann miklu sterkari en Keflvíkingurinn þarna. Einhver aldursmunur. Sá Lex á kantunum. Nei, heyrðu, það bara hendur menn á inn á. Inn í miðjum og Mási á boltanum. Hvað gerir Mási? Leggur hann á Albert. Albert búinn að vera með skemmtilega að krossa. Sendir hann inn hérna á Þóri og Þóri kláraði! Þetta var færi, maður. Virkilega vel spilað hana hjá frömmurum. Flott sending hjá Alberti og Þórir óheppinn að skora ekki. Fór í slána. En Þórir hann lítur vel út þarna frammi og já, mér finnst það. Hefði getað verið komið með 2-3 en 2 mörk. Já, þrennu. Kláraði ekki hérna að færa það á hann. Þá hefði þetta kannski ekki komið. Já, butterfly effect. Ef og hefði. Sá og mundi. 2 hendur á hundi. Já, fróðleiksmáli hérna. Hlynur labbar hér á varamannabekknum. Hlynur Atli. En Framarar ennþá í leiknum og það væri fínt að fá. Nei, hann bara að fara á klóstið, sýnist mér. Ég held að það var að fara inn á. Mönnu verða mál. Og þarna Unnar, nei, ég fannst ekki mikið að þessu en aukaspyrna niðurstaðan. Unnar þarna í baráttu við Keflvíking. Sterkur leikmaður, hann Unnar Steinn. Fæddur 2000. Gullaldra árinu áfram. Hérna mætti segja það. Það hvað Halli, Unnar, Mási.
Ekki, við erum með 3 núna hérna í kvöld. Og allir, eða flest allir uppaldir. Allir 3, já, það ekki. Kemur í yngri flokkunum. Þetta er frábær spyrna. Oh my god. Góð spyrna hjá Keflavík. Rétt yfir hérna. Og þá er það skipting hjá Keflavík. Það kemur leikmaður. Markaskorari, fyrsta mark Keflavíks. Adam Ægir Pálsson er að fara út af. Og það er leikmaður númer 5 sem er að koma inn á. Og það er Björn Bogi Guðnason. 0-3 model. Þetta er árið 2003. Það er verið að gefa ungum sjans. Gaman að sjá einmitt ungu mennina fá tækifæri í Lengjubikarnum. Hann fer hér Kantinn. á kantinn, fram jafnvel, hann Björn Bogi fyrir Keflavík. Þarna er Anton að skalla hann í innkast fyrir framara. Þóri tekur við honum, sendir á Jökul. Gunnar Gunnarsson. Það vantar smá að tala saman hérna inn á miðjunni og fram og þá Samskiptaleysi kemur upp úr þessu og kemur Keflavík breyka. Það er varamaðurinn sem skýtur á markið og fer rétt strax yfir. til sín heyra en já, Björn Bogi. sem betur fer þá gerist ekki neitt úr þessu. Nei, Staðan ennþá 2-1 og það eru 5 mínútur eftir að leiknum. það Plús er, uppbótar, já, ég held að það sé ekkert með mikið uppátt. ekki Það mikið, er eitthvað sem gerðist í þessum leik. nokkuð mörk. Nokkur mörk, 3 mörk. 1 fyrir okkur og 2 fyrir Keflavík Suðurnesjum. Innkastið er okkar. Jölli kemur fljótt leik. Spurningum skiptingu áður en leikurinn klárist. Hvað segir sparkspekingurinn Dotti? Hvað þarf að laga? Já, aðalega grimmd og að klára færin og bara að tala saman inn á miðju. Já, En núna er einmitt Mási að koma, blússandi siglingu hérna og þetta er ekki bara spurningum brot. Allir brjálaðir á frambekknum. hliðarlínunni. Flott hjá Mása að koma aðeins með lífið þarna. Vantar einmitt allt spilin á miðjuna í þessar mundir. Það var Alli með innkasti, sendur á Albert. Þá er maður Mása. Mási ætlar að fara í þetta sjálfur. Leggur hann hérna inn á Albert, skemmtilega gert og hvað gerir Albert? Albert, sterk vörn hjá Keflavík og það er hornspyrna. Ennþá 0-0 í Liverpool Norwich, 70 mínútur að vera búnar. Alvöru? Já, komið mark og Mane og allt komin inn á. Sala farin út af það? Nei. Og Ríki er út af. Það voru hornspyrna hérna í áframunum. Albert tekur. Góðar spyrnur hérna en ratar endar ekki á neitt framara í þetta skipti. Og það var búið að dæma. Sá ekki á hvernig var að vera að dæma. Greinilega eitthvað inn á teig. Og ekki mikið eftir þessum leik og væri gott að fá 1 mark. Þá var öll lið í riðlum með jöfn mörg stig eftir fyrstu umferðina í Lengjubikarnum. Það var að Sindri fyrir Keflavík. Svona, þá fer fram í 4. sæti eða neðsta sæti. Keflavík á toppinn. Keflavík á toppinn og KA og Fylkir í 3. og 2. Þetta, Markspyrna á þessu. það var barátta þarna, Unnar og Sindri. Vel gert þarna hjá Alexi. Finnur enga til að senda á.
Þetta er brot, þeir halda áfram. Gefur hagnað, klaufalegt. Kannski að náttúrulega fá ekki að spilna frekar Albert á boltanum. Bara klaufalega. Það er komið þreyta í mannskapinn. Það er spurning hvort að vilji skipta einu ferskum inn á og með Keflavík. Mér sýnist ekki, mér sýnist allir vera að setjast niður. Jökull búinn að koma helvíti sterkur inn í leikinn. Það geta komið fyrr inn á jafnvel. Og ég er spenntur fyrir honum í sumar. Þarna er það alveg að missa hausinn og Keflavík með aðra skyndisókn en sem betur fer þá fer þetta langt út á kantinn og leikmaður nummer 7 á boltanum. Nær fyrirgjöfinni og þetta er rangstaða, spurning rangstaðu. Nei, engin rangstaða og Benni. Benni Eiríkur búinn að eiga flotta leik strákurinn, það er ekki hægt að kenna honum neitt. Nei, svo sem ekki. Mási geysist hérna upp kantinn. Sjáu hraðan á gæjanum. Þetta er spjald. Það er fyrirliðinn sjálfur. Fær þetta spjald. Fyrirliðinn sem fær gula spjaldið. Markaskorari. Núna þurfa menn að fara að skora. Þetta er alltaf að ná einhverju úr þessum leik. Eins og fróðið vita það var ennþá 2-1 fyrir Keflavík og alls ekki mikið eftir. Það var Albert kannski með eina síðustu spyrnu leiksins fyrir Framara. Kemur hann minna teig og það er gripið á Sindra. Þetta gæti verið að koma Keflavíkum á topp. Og þar komnir með 1 sigur af einum leik. 100% nýting. Já. Orri hérna fyrir Framara, sendur inn á miðuna en þarna er einmitt vantar svolítið að vera að tala saman. Unnars leggur hérna upp og þá er þetta kannski síðasta sókn. Framara fyrir að nýta þetta allir upp. Lexi er alveg opinn. Alex Freyr þarf að koma þessu fyrir. Nær hann fyrir. Vantaði Þórir kannski aðeins nær á nærstöngina. Fínn bolti. Spurning hvað hann er með í uppátíma, við fáum ekki að vita það. Lítur á klukkuna dómarinn. Ekki mikið eftir, Keflvíkingar rólegir. Framarar orðnir þreyttir. Ætli þau sé ekki að sigla þessu bara heim, Keflvíkingarnir. Þetta er Fram sem á þennan bolta. Jöp. Nú þurfa bara menn að fara framar á völlinn. Nærum menn yfir á Þóri, en fer yfir Þóri og Magnús klárar þetta með að senda hann langan fram og þá flautar dómari Egill til leikslokar. Leikurinn fór 2-1 fyrir Keflavík. Klaufaskapur er Fram að nýta ekki færin sinn, en Getum huggað okkur við það, þetta er bara pre-season. Þetta er bara byrjunin. Og skipti þannig sé engu máli. Þetta er bara aðeins að koma leikmönnum í gang. En þá segjum við bara takk fyrir okkur. Kristinn Daniel mættur hérna. Kristinn Daniel. Hann er að fara að keppa. Geitinn mætt. Kristinn Daniel fær hérna gott shoutout. Og við þökkum þá bara fyrir okkur, Bjarki Már og Þórður Flórinn. Takk fyrir mig. Hólbirna á myndavélinni.